Sko, verkefni 21 er lokaverkefnið og er þannig að þið megi velja ykkur hvaða verkefni sem er í sjálfu sér. En það sem ég ætla að fara í gegn með ykkur, fyrir þá sem hafa áhuga á, er að setja upp ljósastýringu sem er hægt að nota heima hjá þér. Þannig að þið búið í hérna Reykjavík, þá getið bara googlað hérna teikningar í Reykjavík og farið inn á teikningar við Reykjavíkurborgar hérna og setið hérna bara inn heimilisfangið. Segjum bara eitthvað. Ekki til eitthvað sem heitir Starksólar 11. Þá kemur upp teikning af því. Ef þið búið í Kópavogi, þá farið bara inn á kópavogi.is. Hérna er kortavefur og reyndar ef þið búið í Mosó, þá er það nákvæmlega sama slóðin hérna map.is nema hérna stendur í staðinn fyrir Kópavogur, þá stendur Mosó hérna. Sama kerfið. Merkið við hérna teikningar af byggingum hérna og þá kemur allt sem er öll hús sem er búið að skilin teikningum af. Ég ætla bara að skoða hérna heima hjá mér. Hérna. Ég bara snúa hjólinu á músinni. Og hérna við erum að leita eitthvað sem heitir grunnmynd. Ég veit að húsa teiknaði Kjartani Sveinsinni. Ég veit að það eru til rafmagnstekningar á þessu húsi líka, að það er greinilega ekki búið og miklu fleiri tekningar, pípulagningar, tekningar, ég veit að það eru til, en það er greinilega ekki búið að skanna þér inn. Það er bara í einhverju vinnslu hjá sveitarfélaginu. En það nægir mér alveg að fá þessa mynd hérna og það er þægilegt að ég ætla að hægri smella hérna og velja hérna show in folder og opna hana við, það er alltaf að skána summa sem forritum. Það virðist vera ágætt að opna núna í þessu forriti hérna sem heitir myndir. Því að það virkar miklu betur að zooma inn á því heldur en í Paint til dæmis. Og þá er hérna mynd af húsinu mínu. Ef ég held niður í Ctrl-knappinum, þá get ég zoomað inn hérna og snúið hjólinu á músinni. Síðan var hérna Excel-skjal hérna. Við ætlum að opna það. Það fyrsta sem ég geri sennilega er að merka þetta allt hérna. Ég geti látið útiljósin eiga sig hérna niðri til að byrja sig með allavega. Og bara, ég veist að gera enable editing hérna. Ég vil bara íta á delete á lyklaborðinu. Og hverju textin. Og þá get ég skrifa hérna inn. Það sem ég þarf að skrifa inn hérna er hvaða output á að kveikja hvaða ljós. Og ég ætla bara að segja hérna þetta er svona sambærilega logovél og við erum að tala um. Og hérna sjáum við að það eru 8 input hérna, 4 output og svo eru 4 output á hverju viðbót hérna og viðbótirnar eru 4 og það eru 4 input hverju viðbót og því sjáum að þetta kemur allt fram í SL-skjálinu. Þetta er það sem við getum unnið með. Með 2 kveikingar í hjónaherberginu. Þá er það ljós 1 og ljós 2.
kallum þetta herbergi bara gestaherbergi hérna við hliðina og það það sama. Það að taka hérna í hornið og þá kóperast þetta hérna niður og ég get gert hérna copy og paste hérna, það fæ ég bara aftur sama. Þetta bara svona. Síðan vantar hérna að síðu, það vegna þess að á logotölvunni það eru 8 input en það eru 4 output. Og þið sjáu hérna að á vélinni heitaðu í 1-8 og síðan kemur viðbótin sem smellt utan á hana. Það smellt hérna 4 viðbótum á hana og það byrjar aftur að tala 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En í forritinu, þegar það að forrita, þá munir þetta heita 1, 2, 3, 4, 8 hérna og svo 9, 10, 11 og svo framvegis alveg upp í 24 hérna. Og ég get sagt hérna að ég ætla að láta E1 kveikja ljósin í hjónaherberginu. Við verðum að byrja á að skipuleggja okkur aðeins hérna í þessu. Þannig ef það er ýtt á ljósarofa sem tengdur við input 1, þá bara kveiknar hérna þetta ljós og kemur hérna á input 2 og kveiknar ljós nummer 2 og svo kollar. Útiljósin geta alveg verið þarna á þessu og hérna við þurfum ekki að pæla í. Ég ráðleggi ykkur að geyma þessi input hérna, þessi hér, 5-8, að við ætlum að nota þau í smá svona sniðu tricks á eftir. Og halda bara áfram hér að segja hérna hvað þessi input er að gera hérna. Það getur verið að draga það bara svona til hliðar og segja bara hérna ég teki hérna stofuna hérna, segjum að þessi bara 4 kveikingar þar. Svona og segja ég get líka að teki bara afrita hérna, copy, paste, dreigi hérna niður, þá heldur þetta áfram að telja hérna upp í 4 fyrir mig. Það er þægilegt. Og síðan get ég tekið hérna baðherbergið til dæmis. Það kannski klárum hérna eldhúsi bara. Það segir sér 2 kveikingar þar, svo kemur bað og ég ætla bara að hafa 2 kveikingar, það er bara ljós og vifta. Það er vifta til þess að dæla rakanum út af baðinu og svo getum við tekið bara hérna það er þetta hérna sem er kallað skáli hérna. Þið finnum bara út úr í hvernig ykkar þið eru með eitthvað herbergi 1 og 2 og svo. Ég er ekki að taka þessi herbergi hérna vegna þess að þau eru ekki lengur í húsinu. Það er búið að fjarlægja þau. Gangur, þvottur, bíl, skúr og eitthvað svona. Og ég mun nota hérna, þetta verður allt hérna eins hérna. Ég mun nota þessi input hérna. Nema hérna á einum stað. Þetta verður ekki notað.
Og síðan nota ég þetta bara í að kveikja á forritinu. Hérna njú, og ég ætla að velja hérna function block. Það verður þá svona tekning, svo hérna. Og þetta svona sömu pælingar á hana. Function-blokkir virka meira þannig að þeir virka svona meira eins og maður hugsar. Það rauninni auðveldar að búa til forritið í function-blokkum heldur en í ladder. Og ég bara tek þessi output hérna, dundar þeim hérna niður, 1, 2, 3, 4, ég ætla bara að gera þessi 4 hérna. Og ég ætla að láta hérna input, ef ég ætla að láta input 1, kveika hérna, þá er það bara svona. Þetta er ekki alveg svona einfalt, vegna þess að hérna, þetta virkar alveg með venjulegan rofa. Sem að er fastur áhangur til að maður slökkur á hann aftur. En við ætlum ekki að gera það, við ætlum að nota þrýstirofa. Ætlum að eyða þessari línu aftur hérna. Og ætlum að segja hérna að þetta sé push button eða þrýstirofi. Þá ætlum við að nota púlsrofa, þið þekkið púlsrofan úr raflagnunum. Og hann virkar þannig að í hvert skipti sem maður ýtt á, kveiknar eða slöknar. Ástæðan fyrir þessu er svo að við ætlum að gera smá tricks á eftir. Annars vegar ætlum að útbúa þetta þannig að þegar ég er að fara heiman, mótnana leiðinni unna, þá er bara einn takki hérna út í dyrnar sem ég get ýtt á og slökkna öll ljós í húsinu sem eru kveikt. Og hins vegar ætla ég að hafa það þannig að ljós sem er kveikt á ganginum, þvottahúsinu, baðherberginu, þau slökkna eftir ákveðin tíma. Þannig ef það gleymist að slökkva, ljósið er búið að loga í klukkutíma eða eitthvað svoleiðis, þá bara slökkna það sjálfkrafa. Það er líka hægt að nota hreyfiskinnara inn á það. Þetta er svona aðalatriði í þessu og þetta verður þá þannig að ég ætla að nota I5 fyrir þennan aðalrofa. Ég hendi honum bara inn á strax og tísmelli hérna á þetta og segja þetta yfir I5. Hann á að virka þannig að út í flagg hérna og ég skal stytta færa þetta til hérna og hann tengist á inn að resetið hérna sko. Þannig að alltaf þegar kemur boð frá þessum hérna og slöknar á þessum og þeir verða allir tengdir þannig þessir hérna þeir fá allir reset frá þessum og til þess að þetta verði síðan ekki eins og eitthvað kongulófi yfir hérna eftir að þá vel ég hérna og ég get klippt í sundur þessa línu hérna ef ég er að leita í forritinu þá get ég hægri smelta á þetta hérna setja þetta go to partner þetta er eitthvað flókið. Þetta er svona grunnurinn í þessu og til þess að slökkva hérna eftir eitthvað ákveðin tíma eins og á ganginum þá hef ég það náttúrulega þannig að ef að þessi er on ef þetta væri fyrir gangin ef þessi er on að þá er kveikt á tímaliða og eftir ákveðin tíma þá þetta er og sendir hann resetinn inn á þennan því að hafi gert svolítið aður þið verið að búa til svona
flagg hérna, marker eins og þetta oft kallað líka. En þetta svona grunnurinn fyrir ykkur til að byrja og hérna svo bara aðstoða ykkur með restina eftir þörfum. Nú síðan má náttúrulega bæta því við að ef við þurfum að nota setnin eða on-delay, þá hann hér. Hér er off-delay, setn út tímaliði. Síðan eru aðrir skemmtilegir liðar hérna sem er eins og weekly timer. Það er að láta hluti gerast ákveðið oft á dag hverja viku. Og yearly timer hérna. Hér er hægt að láta eitthvað gerast einu svona ári. Við getum til dæmis verið bara með jólaljósin tilbúin og láta kveikna á þeim bara 1. desember og slökkna sjálfkrafa á þeim á 13. Þannig að það er ýmislegt hægt að gera hérna í þessu. Þetta er teljari upp og niður og svo framvegis að það er eiginlega örugt að ef þið vantar einhverja funksjón þá er hún til hérna í þessu forriti. Hérna ætla ég að sýna ykkur smá viðbót. Þetta er svona það helsta sem að nemendur hafa verið í vandræðum með að klára. Það er sem sagt hvernig við getum látið slökkna á ljósunum sjálfkrafa. Ég ætla ekki að sýna ykkur dæmi um það. Ef við notum til dæmis einfallega on-delay sem að þið eru vön að nota, þá getum við sett hann hér og tengt hann hérna svona og ég set hann bara hérna 3 sekúndur, hann myndi kannski henta að hafa hann 30 mínútur eða eitthvað. Og hann tengist á hérna inn á resetið hérna. Þannig að þegar ég kveiki á ljósunum, þá gengur tímaliðin og hann slekkur síðan sjálfkrafa þegar tíminn er liðinn. En það er smá vandamál sem kemur upp hérna að ég vil tengja þennan hérna inn á líka. Þetta er rofinn sem er við dyrnar, það sem slekkur allt þegar við förum út. Og núna þurfum að bæta aðeins við okkur í þekkingunni. Ég eyði þessari línu. Set OR hlið hérna. Og þið hafa kannski búin að kynnast þessum hliðum eitthvað staðar í einhverjum öðrum áfanga. Og tengjum þetta bara svona, það skiptir ekki engu máli hvað enda ég tengin á hérna. Og ég get annarkvort dregið þetta til hérna til þess að snirta til í þessu. Svona. Eða bara eins og ég ger oftast, ég tek hérna skærin og ég klippi þessa línu svo þetta sé snirtilega. Hún virkar áfram línan þá hún sé farin í sundur. Og þá það er kveikt hérna og ég get slökkt hér. Eða þá það er kveikt hérna og þá slökknar síðan sjálfkrafa. Svona virkar bæði. Síðan var þetta með Astro klukkuna eða sem sagt sólúrið eða hvað menn vilja kalla astronomical clock hérna. Þetta er sem sagt klukkan sem að kveikir eftir ástíðum útiljósin og hún við þurfum að setja hérna inn staðsetninguna og þá þarf að finna hérna við notum bara Google og finnum bara ef við værum á Egilsstöðum eða Reyðarfirði eitthvað eða Akureyri eða eitthvað staðar þá myndum við nota þá staðsetningu. En þess að munar töluverðu hvenær ljósin er kveikna og slökkna. Það dugar, það er nógu nákvæmt að segja 64 norður og 22 vestur.
Það er alveg nóg nákvæmt. En megin náttúrulega setja þetta alveg upp á .com eða viljið. Ég var að breyta þessi vestur 22 og 64. En síðan kemur annað hérna og það er þessi time zone hérna. Og það er þetta klassíska vandamál okkar Íslendinga, vandamál og ekki vandamál, að við erum ekki, hérna er ágætis mynd af þessu, held ég, að klukkan sem að við miðum við er hérna í Greenwich í London. Þar var þetta tímakerfi búið til í hérna sjómannaskólanum þar og stjörnuathugunarstöðinni og öllu því, og klukkan á Íslandi er alltaf, allt árið miðað við það á Greenwich Mean Time. En sólarupprás og sólsetur er raunverulega í Reykjavík svona það bil 1,5 klukkutíma frá. Þannig að klukkan er svona 1,5 klukkutíma vitlaus á Íslandi, alltaf. Svona klukkutíma hérna á Austfjörðunum, Egilsstöðum og þar. Þetta er eitthvað sem að þið þurfum, ég ætla að leyfa ykkur bara að pæla í upp á eigin spýtur, og síðan hitt líka að þeir sem að bjuggu til þetta forrit, ég segi alltaf að Þjóðverjar séu hérna nískupúkar, þess að þeir láta ljósin kveikna leið og sólin sest, og þeir láta ljósin slökkna leið og sólin kemur upp. Íslendingar vilja gjarnan hafa þetta hálftíma undan og hálftíma eftir. Þannig að þið gætu þurft að stilla þetta hér eitthvað, fikta í þessu, og þið gætu þurft að fikta eins í þessu. Og síðan er annað. Þessi hérna klukka, hún gefur út úr sér öfugt signal. Það er að segja, þegar þessi hérna fer on, þá myndi hún slökkva útiljósin. Það er að segja, hún myndi láta ljósin loga yfir daginn og slökkva yfir nóttinni. Ég veit ekki hvernig þeim datt þetta til hugar að gera þetta svona, en ég veit þessari línu. En það er svo sem auðleyst mál ef maður er búinn að fatta þetta, að við þurfum að snúa þessu signali við, segja hérna not, og þá virkar það rétt. Og þegar þið eru búin að stilla þetta allt inn, að þá prófið ég náttúrulega, og það er þetta að fara í klukkuna hérna niðri, tvísmella hérna á, og ég er þetta að fikta bæði í dagatalinu og klukkunni og öllu þessu, til að sjá hvort þetta allt saman virkar rétt. Og við sjáum að núna er komið myrkur í London og það er kveikt. En ég líti út á gluggann hjá mér akkurat núna, og það er svona alveg á mörkunum hvort það ætti að vera búið kveikiljósin eða ekki. Hérna klukkan 15:46. Þannig að þið bara skoðið þetta. Hérna er ég með nokkur mjög praktísk tricks. Þið náttúrulega munið eftir því að setja úr input-output names úr Excel-skjalinu hérna inn. Já, ég líka þurfi að segja ykkur það. Síðan er hérna undir Tools og Transfer. Það er fullt af svona lausnum til þess að ræta sér. Hér er til dæmis Clear User Program and Password. Það kemur stundum fyrir að það virðist vera eitthvað password í
logovélinni, þá er þetta hreinsana hér með þessu. Og factory reset líka hérna. Og ýmislegt annað. Stilla klukkuna. Alls konar svona þægilegir svona shortcut, stytta þessi leiðir hérna. Þannig að ef þið eru í einhverjum vandræðum með eitthvað í logovélinni, kíkið hér hvort að það er ekki bara einföld þægileg lausn hér.